Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá komið að síðasta handboltaviðtali kvöldsins og línu komið þjálfara Selfoss, en Selfoss bauð Leira haldi gegn Haukum í kvöld 31-34. Sæll Stefán Árnason. Sæll og blessaður. Herðu, hvað klikkaði núna í kvöld? Það var nú kannski eitt og annað, en við náttúrulega vorum að mæta Íslandsmeisturunum sem voru að spila sinn líklega langt besta leik í vetur. Þeir mættu gífurlega tilbúinir í leikinn og með svona erfiðri stöðu, búin að tapa tveimur fyrstu leikjunum og þeir voru náttúrulega bara gífurlega góðir, en okkur til svona hróss að við vorum með leik allan tíman og yfir eftir 40 mínútur og hafa bara eitt mark þegar það voru 4 mínútur eftir. En kannski svona við vorum aðeins og lengi kannski að ná tökum á leiknum. Haukarnir voru sterkar í fyrri áleik og það kannski vantaði örlítið svona þar upp á að við náðum að lesa betur, að vera betri leiklestur og svona, og kannski hátt stemdir svona í fyrsta heimaleiknum. En já, þetta má segja, þið byrjið núna tímabilið að krafti, en já, er þetta nokkuð að fara eitthvað niður eftir þennan leik? Það verður komið ljós. Ég hef nú ekki trú á því. Við höldum bara áfram að vinna í okkar og að mörgu leyti var þessi leikur svona, það voru ákveðin skref fram á við í þessu leik. Það er kannski svona samt fyrsti leikurna sem vörnin okkar kannski smellur ekki svona framan af, en í svona kafla 10-15 mínútum í seinna náðu að lagana og það er mjög jákvæmt að geta unnið sér aftur inn í leikinn. En ég er alveg sannfærður um það að við bara mætum í næsta leik og ætlum okkur 2 stig þar. Það er eina sem skiptir máli hjá okkur, að halda bara áfram. Tróðfullt í Vallaskóla sá maður bara mikið fyrir leik. Já, er einhver ástæða fyrir því? Er það að því þetta er fyrsti leikurinn? Já, við varum alltaf bara byrjað vel og það var náttúrulega komin gífurlegur handboltaáhugi þarna í fyrra í umspilinu og fólk fylgdi okkur með og stundi okkur frábælega. Þannig ég held að fólk hafi bara beðið lengi eftir og verið orðið spennt fyrir fyrsta heimaleik og var frábær stemning, tróðfullt hús og langt síðan maður hefur upplifað svona stemningu á deildaleik á Íslandi og áhorfendur voru frábær og hjálpa okkur mikið, en því miður náðu ekki að vinna leikin. En ég held samt að fólk hafi séð þarna Selfosslið sem að lagði sér allt fram í leikin og gafst ekki upp alveg saman hvernig staðan var og reyndi að vinna leikin. Það er það sem skiptir mestu málun, en Íslandsmeistararnir og þeir voru öflugir í þessum leik og voru aðeins sterkari við þessu sinni. Það voru 2 Selfyssingar í hópi Hauka og þær virtust vera langt peppaðistir þarna inn á vellinum með það sem að sjá eins og... Já, það verður að segja það. Þeir voru líka bara 2 bestu menninir hjá Haukum. Annars var Janus Daði Smárason bestur á vellinum og var okkur ákaflega erfiður og svona og þeir bara Haukarnir náttúrulega eru bara með gífurlega gott lið, en þessir 2 voru öflugir, það verður bara viðurkennast. En já, framundan hjá ykkur núna, það er aftur bara útileikur. Já, það er 3 útileikurinn í fyrstu 4 leikjum og ef við klárum það, þá var ég mjög sterkt að vera að koma með 6 stig úr fyrstu 4 leikjum og þar að 3 á útivelli. Það er alveg klárt og svona ákveðið testa okkur. 3. leikurinn á 7 dögum og síðan kemur smá frí, þannig að núna verða menn að halda kollinu svolítið tærum og það er að svekja því í kvöld, en síðan á morgun þá bara mæta menn aftur og byrja að undirbúa sig fyrir næsta leik. Það er stutt á milli í þessu nefnilega. Mjög stutt á milli leikja. Telur það eitthvað í hópinni hjá ykkur? Mun það eitthvað hafa áhrif? Ég hafa bara eftir að koma í ljós. Við náttúrulega það er einhverju leikmenn að bera svolítið svona hittan og þungan, en svona aftur á móti að við spiluðu allir leikmennir hjá okkur í dag mismikið eins og ég segi. Þeir kannski minna heldur en aðrir, en margir voru að spila í svona 25-35 mínútur. Þannig að ég held að við séum að reyna líka að dreifa álæðin og spila svona á liðsheildinni og það mun alltaf hjálpa seinna meir og það
það skiptir máli bara að nota hópinn, þetta langt mót, það 27 leikir og síðan bikar og fleira sem kemur inn í þetta, þannig að það þýðir ekkert annað en að reyna að nýta leikmennina sem þú hefur. Stefán Árnason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Mér finnst það vel ekki sér. Takk fyrir. Já, þá það í loki í kvöldu. Já, ég kem með stutta kveðju áður en ég kveð hér.